Sigþór, þú þekkið þetta stef. Já, þetta ætti allir veiðmenn að þekkja. Ég fer alveg í fíling, sko. Já, þetta sko sérstaklega þegar það er að spæna í sólóðið, sko, þá veistu það. Þetta er að droppa núna? Nei, það er næsta dropp. En þegar hann fer að spæna í það, þá veistu að gestur hilsins í þessari viku er að fara að fá fisk. Þarna kemur hann. Þarna er Karl Lúísson komið með allt í keng í veitnavinum. Já, sá meistari mætti til okkar í setti núna, þessari viku. Já, fasteignasali, leiðsögumaður og bara stór veðmaður. Náttúrulega útvarsmaður. Ekki gleyma endilega kíkið á miðbati veitur Selfoss, hann er með stórleik þar. Nú það, ég ætla að sjá það. Það er algjörlega frábært. En ekki fleiri orðum það, dömmin og herrar, Karl Lúísson. Galli, velkomin í Hilin. Já, þakka þér kærlega fyrir búið. Nú ert þú í dag ekki bara veiðisjúklingur heldur svona lifið við að vera annríkur fasteignasali og brjálega að gera hana. Við þökkum við bara fyrir að gefa þér tíma. Ekki mál. Hvernig gekk veiðisumarið hjá þér? Sko, skiptum þessu upp í tvent. Veiðin svona tölulega sé var ekkert sérstök. Hún var allt í lagi. Félagskapurinn er frábær. Og í mínu tilfelli fyrst mér það að vera að fara að telja hærra heldur en að telja sporða. Þú sést að vera gamall. Já, ég er 50 ára næsta ári, sko. Shit! Já. Vá mann, við finnst þess að það bara er í gær sem hann hlustaði á FM. Já, það er ekki það. Nei, þá er ég kannski bara að vera gamall líka. Þú ert að eldast líka, það er bara slúðis. Sko, veiðin gekk bara fínt. Svona, engin eitt túr sem stóð upp úr eins og í fyrra, sko. Þá var þetta bara svona 50% af sömurinn mér var bara geggjað, frábær dagar, geggju veiði. Á Eystri-Rangá, til dæmis, já. Og, en þetta var svolítið meira challenge svona, allir sem að hvar á fyrst að veiða, bara þetta var töff sömur í flestum mánum. Og ég lítið á þannig, mér finnst allt í lagi og mér finnst það heilbrigt fyrir veiðimenn að fá léleg ár af og til, vegna þess að ef þú upplifir ekki lélegt ár, þá kanntu ekki að meta góðar þegar þau koma. Sko. Þetta þannig alltaf verið í sammengi, en nú erum við búin að horfa samt á 3 svona sögulega eigum við ekki inni að fá allan eitt þó að vera ekki nema meðalár eitt yfir meðalár, jú, ég væri alveg til að fá næsta sömur yfir meðalár já, bara svona júnihólið í langa og fengi 20 pluss laxa og allir sáttir normið, sko, þú veist, 15-20 laxa það væri ágætt, sko, en það er ekki alveg búið að vera þannig núna nei en ég meina, erum við ekki vongóðir menn, við erum veiðimenn, skilur við þetta er alltaf hefni og happ, sko Já, maður svona, við spjöldum við hann í síðustu viku, hann Benóni á Hafrannsóknastofnun og hann málaði svo dökkar myndir af þessu fyrir okkur að það er ágætt að fá svona jákvæða mann eins og því til þess að rífa þetta hans upp, sko. Já, ég held að sko, ef maður ætlar að setjast niður og fara að mála eitthvað svarta mynd af því hvernig veiði er, tölulega sér eða veður vatna eitthvað, allir sem hvaða aspektu tekur að því. Verð á veiðilegum og allt. Já, nákvæmlega. Einhvers staðar verðum við bara að sleppa tilfinningunni fyrir þessu öllu saman og hugsa bara af hverju ert að veiða. Ég fer í veiði til að njóta, bara félagsskapur, náttúra og upplifun. Ég er ekki að fara í veiði til að veiða mér í matinn. Sko. Nei, það snýst allum um einhverja heildarupplifun frekar en einhverja tölu á fiskum. Já, þannig að þegar ég hugsa eins og þú spyr, hvernig var veiðisumarið? Þá er þetta annað aspekt, sko. Ég er ekki að spá í, ég ætla aldrei að skoða hvað eitt miklu veiðlífi. Nei. Bara byrjum á því. Það er bara eitthvað svartól sem aldrei opna. Það er bara þannig, og hitt er bara svona augnablik svo átt með vinum við bakkan og eitt fiskur með góðum félagskap gerir meira heldur en 10 fiskar í leiðum félagskap, sko. Já. Þú ert náttúrulega valin að veiða mikið með konuðinni og svona. Já, við erum alltaf með eitt hál í Langá og hún er ekki búin að fara mikið með mér undanfarna, sko, en hún er alveg þrælfín veiðmaður, sko. Þannig að konur koma sterkar inn sem betur fer. Já, maður sér það er alltaf meira og meira sem betur fer. Já. Hvernig þú veist, þegar nefndum minna Eystriðan og mókuðina þar í fyrra. Varstu svolítið þar í sumar líka? Ég fór í 2 túra. Ætlar að spyrja mig hvernig gekk það? Já. Ekki vel. Nei. Það var alltaf svona ekkert speð, sko. Í fyrra var það bara rugl, sko. Maður tók, 2 daga hálf, kannski með 15-20 laxa. Já. Og man ekki hvað með hún í ágúst 3, kannski 4, sko. En djöfull þurfti að hafa mikið fyrir því, sko. Já, en þú veist, þeir sitja kannski bara meira eftir. Nei, í rauninni ekki. Þetta er bara, engin svona stórlags eins og í fyrra.
Nei, og fegst náttúrulega gríðarlega fallega laxi fyrir Já, þetta stærsti fiskur sem ég tekið hingað til sko. Og ég held bara svona, ég fóð með ákveðna væntingar það, ég verði að fara að taka fyrir svona 2 ára, en það varð ekki. Getur þú satt okkur aðeins frá sem fiski því að þetta var, já, einmitt, þú ert eins og fólk sér hár maður úr 2 metra maður sko, og maður hefur svona svolítið svona stundum, þetta nú já, svona þessi pósa sem allir veiði með þekkja að stækka bróðina, en þessi þurfti það sannlega ekki. Nei, það þurfti þessi ekki sko, en það fyndna við að var sko, Georg Andersen vinnur við saman með mér. Við mældum hann 2 með svona leður ólinni. Faðmurum reiða undirni. Já. Og þessi faðmur sem ég með er aldrei komin til ára sinna og búin að fara oft í vatn og velkast það. Fotna og skreppa saman og tegjast. Við mældum hann 97 og bara geggjað og 11,2 eða 11,3 kíló. Það er hróðalegu fiskur. Þetta er hrikalegu fiskur sko, en svo þegar ég var komin heim eftir síðasta túrin í október, þá mældi ég faðminn og þá var hann 5 cm styttri en hann átti að vera. Já, ég skal alveg trúa ég reyni nú að láta þessa mynd fylgja með og en þetta var hrikalegu fiskur. Já, þetta er geggjast að bara það sem ég var við fisk nokkuð tíma sko. Ég held bara að þetta verið fast í botni í svona 10 sekundur, bara þungu djúptaka, þetta var algjörlega klikkað bátsvæðinu í Eystri. Já. Og hálftími 40 mínútur meðan eitthvað slags. Þýsk snælda? Nei, Sunray, klikkar í lítið þingdu Sunray, já, þetta er bara besta leitarfluga sem nýtur undir nokkuð tíma sko. Svona í stærri túbunum, já, Sunray, í litlu flugunum Haugur. Já, ætlum að ræða það eins betur já, þú bara segjur kannski bara aðeins frá því hvar kviknum veiða á því, nú kannast fólk veiði bara svona, þú komið víða við veiði og við munum stikla á því, en hvar byrjaði þessi della? Sko, fyrsta svona veiði minningi mín er við Langá, ég er svona 5 frekar en 6 ára með afa og þá var ánni skipt upp í 3 svæði og hann tók alltaf miðsvæðið frá Tannalækjarbreiðu og upp að rennum hjá bóndaram og Jállandstöðum. Já, við erum þá sem er ekki staðkunni, það var selt sér neðst, sér á miðun og sér efst. Já, og þetta var kallað miðsvæðið. Og þarna voru 4 stangir með litla húsinu sem stendur við neðri Hvítstaðaheil og hann tók alltaf bara kannski viku 10 daga, dreifði þessu svona aðeins yfir sumarið og tók vini, fjölskyldur og svona með, bara til að bjóða. En svo nokkur túrar inn á milli, þá fer hann einn og tekur mig með. Þannig ég er bara svona alinn svolítið upp í það að horfa á hann veiða í Langá og þannig að þú veist kannski ástæði fyrir því að ég hef þessa sterku tengingu já, algjörlega sko. Fyrsta fiskinn veiði ég í Langá, no surprise, á Tannalækjarbreiðinni og ég er 12 ára flugulags. Já, vel gert. Þannig að sko ég einhvern veginn, sko það kendi mér enginn að kasta flugu, sko, afi rétti mér ekki stöngu og var að sína mér inn handtöka eitthvað svoleið, sko. En einhvern veginn bara, þú veist, að fara með hann þetta mikið, að horfa á hann allan daginn, ég gæti setja í kjur við hvern einasta veiðist, að bara horta á það sem hann var að gera. Kallið, þú er aldrei getað setja í kjur. Já, ok, í smáttun og en ég held einhvern veginn svona að þetta stimplist inn í eitthvað sjónminni, þú veist, þegar ég er 10 eða 11 ára gamall þá fórum við upp á Elliðavatn, það sem hann var með bústað og þar voru stangir alltaf upp á svona rekka inn í stofu. Ég spurði hann bara, má ég taka einu stöngu og fara át að veiða? Hann bara, gjör það svo vel, það var aldrei ítt í að mér en eða svona, sko. Og það er í fyrsta skipti sem ég byrja að kasta flugu, sko. Nei, 10 ára, jú, ég er 10 ára. Og svo 2 ára setna, þá tek ég maður inn á flugu. En þetta voru bara svona æfð hreyfingskil, þú veist, þú skilur prinsipið og svona horfa á það, gert daldið oft og það sem kemur mér óvart þegar ég horfið tilbaka og fyrir að spá svona í svona mína kasttækni sem ég lærði af afa, svona bara af áhorfi, að þá kastaði ég flugu vitlaust í kannski 10-15 ár, sko. Já, við gerum allir fullt af vitlausum, maður er svona einhvern veginn, þú veist, að einhverjum tímpúti býtum maður í sig að maður kunni þetta og þurfi ekki að læra þetta, sko. Nei. Svo það er nú ekkert svo langt síðan að Himmi Jóns, félag okkar, tók mér nú bara í gegn heila veturinn í íþróttaási, sko. Bara láðið að myndi segja mér að ég kynni ekki kasta, sko. Og hvað var hann lagað þér? Bara, þú veist, litla hluti. Bara, þú veist, þú verð aðeins og aftalega, þú verð aðeins og framan, þú veist, svona tímasetningar og þú veist, við vorum með húla ringi á gólfinu og ef okkar að hitta í mark og svona, bara eitthvað sem að
þú veist, mjög gagnlegt og kannski fleira ættu að gefa sig að, sko, bara æfa sig að kasta, sko. Og líka fara á kastnámskeið, þú veist, þú sér að kasta flugu í 10-15 ár, það alltaf einhver svona pínu tweak sem þú getur lagað í tækninni á sjálfur og ég var bara það heppinn að ég fekk Breta sem að var í Veitt með vinum seríu 2 Laxá í Nesi og hann tók mig bara í 2 vaktir bara svona prívat kennsliðu bakkan sá bara ok, þú lagaði þetta og þú veist, ákveðin svona presentation tækni sem að mér fannst aldrei vera góð því að mér, þú veist, flugan var svona hvað maður kallar það, svona dansandi í loftinu áður og lendir og hann lagaði þetta og hann sagði, herðu, byrju, ég veit hvað það gerir vitlega, sko, haltu snúðu höndinni ekki svona mikið þurft að kasta fram, þú veist, bara pínlítið tvík og þú veist, það lagaði það strax, sko þá viðurkenna maður líka bara, ok, þú veist, þú veist, ég er að kasta flugu síðan á 12 ára að ég get alltaf lagað eitthvað aðeins. Svo það, þú veist, við leiðsögumennir, þú veist, við getum alveg hjálpað þér að byrja að kasta og laga eitthvað aðeins til kastið þær. En svo þessi gæjar eins og í dag sem eru bara að gera svo út sem kastkennar. Þeir eru ekki að láta það veiða neitt. Þeir eru bara að laga kastið þitt. En þetta er ekki að sama heldur, sko. Þú getur farið í veiði sem gæt og verið frábær veiðumæður en vonlaus leiðsögumæður. Þú veist, þetta tvennt þarf ekki alltaf að fara saman, þú veist. Nei, algjörlega. Ég er fínn veiðumæður, ég ætla ekki að segja þessi frábær veiðumæður. En ég held þessi betri leiðsögumar heldur að veiðum maður sjálfur. Já, ok. Bara svona hreinskýlislega, sko. Já, ég menn það er eitthvað, einmitt, þú veist, það er eitt að geta miðlað þessu eða bara gert það sjálfur. Þú veist, það eru margir okkar bestu veiðmönnum eins og, stórvinnur okkar Ingólfur Davíð í þættinum, sko, þú veist, hann alveg svona býtur í þessu stundum að reyna að gæta og svo bara svona, ég get þetta ekki, sko. Nei. Bara, hann er of mikill veiðmaður, sko. Já, en sko, það er eitt við gætir því sem að, svona hjálpar mér með mestu, má segja veiðikrættur, ég segi bara já, bara íslenska að þú veiðir í gegnum fólk og þegar maður gerir þetta, þú veist, uppi kúnar alltaf daginn og þú ert að horfa á köstin og sér tökurnar og færð pínu upplifun, þú veist, í gegnum kúnan sem að, er raunverulega að því fyrir mér er það svona ákveðin hugar á líka og nýt þess alveg rosalega mikið í leiðsögn að svona fá góða upplifun með góða fólki, veiði gegnum fólk. Já, þú veist, það er einmitt það er eitthvað svo magnað við að vera, þú veist, og það er svona mikið af því sem maður sækir í, allan ég við að vera leiðsögumaður þegar þetta gengur og maður svona næra aðstofa fólk og eiga þetta moment þar sem situr í fisk, sko. Já. Það er auðvitað fá störf, maður hugsa kannski helst til ljósmaðra eða eitthvað, sko, svo þú fær bara eitthvað svona viðlíka þakklæti fyrir, sko, þitt starf, sko. Já. Þú veist, það er engin núna sveitur að hlusta á okkur að vinna í bókhaldinu hjá okkur ríkisstofnun sem fær eitthvað tíman eitthvað svona viðgerningu fyrir velunum störf og sé kannski að spara milljónir, sko. Nei, ekkert svona, sko, bara það sem mér finnst skemmtilegast að þó sett með vana veiðimenn, þú býr til eitthvað moment með fólki, kemur akkur í stað, þú veist hann liggur hér og það er eitthvað svona þú finnur það bara, þetta er eitthvað í loftinu þú veist að hann er að fara að taka hana fisk en aðdragandinn að því finnst mér miklu skemmtilega heldur en viðureignin sjálf einmitt, samanlega bara að kasta að, finna ok, hann tekur ekki þessa flugu hann tekur kannski næstu flugu takan, þarna er mómentið mitt búið, sko. Já, allt það sem er þar og eftir ég get rétt að stöngina, þú mútur að klára fyrir það fiskinn, sko. Aðdragandinn að tökunni er augnabliki sem að ég held að veiðifíknin mín snúast sko. Algjörlega. Já, ég held að svona það verður alltaf svona eitthvað þroskið, þú veist, sem barn var maður alltaf að sögði pappa að fá að hífa inn, skilur, þegar hann var búin að sitja í og svo svona einhvern veginn fer þetta snúast meir að gapa bráðina, sko. Já, þegar svo er þetta, sko, maður hefur verið að gæta bæði erlenda veiðimenn og Íslendinga sem bara geta ekki fengið fiskaldaka. Fíni veiðimenn, fíni kastarar, skilur, en ekki fíni veiðimenn og hafa alveg, þú veist, rétt mann stöngina og sagt, ertu til í að setja í fisk bara svo ég fá að spila ok, fæn, sko en það, fyrir mér þá ert að taka bestu upplifurina frá fólki með að gera það og svo mitt ég svona, þykist vita og sérst sammála mér allir gætar sem að nefnir þetta við er þú veist, þessir íslensku ofkastarar sem að koma með stóru stífustöngina langa þungaskotur sinn og þeir eru bara, fyrsta kast er bara yfir á heimbakkan og niður á brot líka við, sko. Ég þurfti nú bara að taka veipi fyrir ég hefði það. Sko. Ég sperjast nú bara upp þegar þú segir þetta með löngukostin. Ég held að stór mistök sem margir gera í svona miðlungsám, bara eins og langa á kjósin og
Bara þess að vesturlandsára í Já, allar. svona típiska vesturlandsár. Er þetta að þú ert að kasta oflangt? Það er engin þörf fyrir þig að vera að kasta 20-25 metra, bara þarf þess ekki. Þú veist, farðu bara nær. Þú veist, konduðu bara í þannig kastuð að þú finnur fyrir tökunni og sért ekki með ómikla línu úti þannig að þú hefur ekkert stjórn af því sem þú ert að gera með fluguna, sko. Þannig að, stytta köstin. Ég held að það sé svona lykilatriði sem maður reynir að laga hjá fólki þegar maður sér þetta, sko. En hvað gerir þú veist þegar þú ert að gæta mann sem að er fullur af sjálfstrausti og upplifir sér sem svaka veiðimann, kastar 20 metra alveg flawless en langt yfir tökustæðin, sko, og flugan ekkert að veiða. Þarna sko svona miskilningur á perception að kastlengd gerir það að veiðimanni. Það ekki sem að máli snýst sko. Ég mann veit þetta einu mómentir svona fyrir hrun, bankamaður með undir mann sinn, sko, og hann var með nýjustu skotlínuna og eitthvað svaka stöng og númer 8 og þú veist, eiginlega bara ætl til að veiða í sjó, sko, og við kjarra og koma að veiðast það sem heitir Everett Johnson og tökufiskurinn alltaf bara efst í stútnum og það var alveg saman hvað maður sagði hann, sko, maður sagði hann að byrja eitthvað lengstur og ofan og allt en alltaf bara sjá hvað ég svakalegu kastari og svo bara, það engin fiskur þetta drullum okkur. Nei, og það var akkurat þannig annað gæt og ég sagði, ertu til að taka hann og fara með hann ofar, ég ætla aðeins að láta undirmannin sem kunni ekki neitt, sko. Það vekk 3. Þú veist, ég hef með breta sem ég hef gæt á hverjari og 4 bretar. Pappin í hópnum er 84 ára gamall á þessu ári og hinn er bara á mínum aldri og aðeins yngri. Gamli kastar miklu stittra en þeir, hann fyrir miklu hægar yfir en þeir, en hann veiðir miklu meira. Og ég held að það sé bara á þessu prinsipi, skilur, hann er engin svaka kastari eða veiðimaður en fer eftir leiðsögninni mjög vel og fer nógu hægt yfir og er bara með stittra úti heldur en þeir. Bara tekur skrefið sitt bara. Já, bara 1 kast, 1 skref, 1 kast, 1 skref, bara heldur þessu tempói og það er alveg, þú veist, það er unun að gæta hann af hann, sko. En nú hefur komið nokkulega aðeins við lagsveiðina, þú byrjar í Langá og en þú ert svona einn af þessum mönnum sem hafa farið alveg djúpt án í laxaberraskap og leiðsögnuna og eitthvað en halda alltaf í svona vatnaveiðina líka. Já, mér finnst vatnaveiði alveg ógeðslega skemmtileg og sé svolítið eftir svona svo núna í sumar ég ætlaði að vera svo ferlega duglegur fór ekki nóg en mér finnst til dæmis sko, vakna 6, hálf 7, keyra upp á Þingvelli, taka morgunin til 10 eða fara eftir vinnu, komin upp á vakt kannski 7 veiða til kannski hálf 11. Æðislegt. Þetta sko, þetta eru forréttindi í rauninni fyrir Íslendinga að ég held að sé alveg sem að hvar þú ert á landinu, þú ert aldrei meira en svona kannski 30-45 mínútur í gott vatn og það kostar ekki mikið að veiði heldur, sko. Veiðin er góð. Þetta er bara veiðikorti, þetta er ljósavatn og Þingvallavatn, þú veist, við erum með bara í Reykjavík, Vífilstavatn, Ellegavatn, Rauðakotsvatn. Úlfljótsvatn. Já, bara talið upp alveg endalastu vötnum bara í kringu bæinn, sko. Þannig ég held, sko, það er eitt perspektíf í kringu veiðina sem mér finnst mjög skrítið. Að menn byrja í laxveiði sem ég held að séu mistök. Þú veist, ferði mjög dýra túra og þú ert að læra að veiða í mjög dýrum aðstæðum. Í staðan fyrir að byrja bara í silung, vatnaveiði, ódýri veiði, þú veist, lærði að breiða þessu tökur, lærði að þreyta fisk, spila hann í hjóli, þú veist, og allt þetta. Svona, ef ég ætti að ráðleika einhverjum sem er að byrja að veiði í dag, þá myndi ég alltaf segja, keyptu við veiðikortið, farið í vatnin, taktu bíltúr, prófaðu. Ekki bókaði 3 daga, prime time í einhverju á til að læra að veiða þar. Nei. Þú veist, mér finnst það ekki svona rétt byrjun. Mér finnst líka, sko, til ég nú gæta svolítið í silungsveiði líka, að það er auðveldar að fá silungsveiðimann í laxveiði og gera honum laxveiðimann heldur en að fá laxveiðimann og ætla að gera hann silungsveiðimann. Já, af því að þú veist, veiðin sem að þú er svona búin að festa í haustum að þér með laxveiðina, að veiða alltaf í rennandi vatni, þú veist, bregst öðru í þessu við tökunni og þetta er ekki sama áskorun en heldur, þú veist, í bleikju er þetta líka eftir agni eða fæðu sem að fiskurinn er að taka og í laxveiði er þetta bara allan að prinsip. En ég myndi segja allan daginn, sko, silungsveiði er miklu erfiðari viðfangsefni fyrir veiðimann eftir laxveiði nokkuð tíma, sko. Laxveiði er teknilega ekkit erfið veiðiskapur. Þú veist, ef þú kannt að kasta flug og skilu prinsipið hvað flugan gerir í vatninu og nálgun á veiðistað og annað í lagi, þú veist, þá er laxveiði alltaf einfaldari og sko langflesti laxar eru laxar sem hefur veiðst einhvern veginn hvort sem er, sko. Það eru mjög fái laxar sem að þú sem veiðimaður einhvern veginn krakkar. Já. Þú veist, maður pælir í hversu marga fiska veitir maður á fyrstu flugu.
þú veist, það bara 80-90% af lögsunum, sko. Já, góða þetta, já, mikið til því. Það svo lítið auka, en þú veist, svo náttúrulega eru sumun menn sem ná alveg ótrúlegum tökum á þessu, sko. Já, en sko áskorunin, sko við silungsveðina til dæmis finnst mér vera þessi, þú kemur á vatni og aðstæðunar eru bara frábærar, þú veist, ligna og fluga í uppbytöku og allt þetta. Að það að fara í gegnum 10-15 flugur áður og finnur nákvæmlega fluguna sem maður vil taka. Þetta ákveð reward líka. Og ég fæ öðruvísi reward út af þessu í laxveiði í dag. Stærð, kannski hits, vera með litlu flugurnar, ok, allt í lagi, sko, en mér finnst ekkert jafnast á við það að koma eins og upp á Þingvallavatn, fara á blettina mína sem ég þekki í vatninu og það ég sé þær upp í taka, fara í gegnum boxið og finna, ok, nú er það að taka þessa flugur, skilju. Mér setja miklu meira reyðir í vort heldur en laxveiði nokkuð tíma, sko. Svo, þú veist, þegar það er þetta, sko, þetta stóra klak, þú veist, þannig ekki að fara að taka hvað sem er og ég hef áttalega, sko, þetta svona brýtur mann sem veiðimann og gerir mann endalega betri veiðimann, sko. Já, eða byggir þið. Ég hef staðið út í Brottaflóa í Laxey Mývatnssveit, það bara 3 ár síðan eða eitthvað, ég er búin að veiða þetta 20 ár, er þarna mikið, allir fiskarnir í flóanum að vaka allt í kringum mig og ég fekk ekki eina tök. Við satt sitt ég hérna allan veturinn og nýtti þurrflugur, sko, ég hef bara, þú veist, vandfundið meira úrval, sko, á landinu og ég bara, anskotin, þeir unnu mig núna með þér. Já, en ég hef átt svona mómenti í minniháttaleg sem að mér finnst æðislegu staðar við það. Og bara gríðarlega erfitt ótt að krakka. Hrottalega erfitt og ég man ég var með Breta þarna fyrir, kannski ekki, 6-7 ár síðan eitthvað slíks í Viðarhólma og þú þarft að koma aftan að fiskinum og þetta svona háir grasbakkar svo sikur með við og þú sér það alveg aftan á hann. Erfitt að koma þér í færi þar sem hann sér þig ekki, sko. Já, mjög erfitt. En ég man ekki hvað við fórum í gegnum 10-15 flugur eða hvað það var, sko. Það var ekkert að frétta. Það lit aldrei við, sko. Samt hann að koma upp og vaka og það var búið að fara neyri áti og blacknut og eitthvað vesen, sko. Hann tekur upp einhverja litla púpu sem var nýtt fyrir hann fyrir svona tjálkströmmveiði í Bretlandi. Og hann tók 3 á hana, veist. Samt hefur fiskurinn aldrei séð neitt þessu líkt, sko. Nei, það er ótrúlega magna með þér. Já, en þetta finnst mér reward, sko. Maður þarf að hafa eins fyrir þessu, þú ert að pæla í flugum og æti og veðri og aðstæðum. Mér finnst þetta öðruvísi í laxveiðinu, sko. Þetta er oft, sko, maður segir oft með silungsveiðinu, sko, þú veist, það er betra að gera minna, sko, þú getur oft tekið þetta svolítið á yfirferðinu og vera duglegur í laxinum, sko, en í silungsveiðinu þarf þetta bara að setja sniður, taka 2 köst, stilla það kannski upp í 3. kastið, skipta svona taum eða lengja, þú veist, þetta er svona, þú veist, þú berð ekki tökuna út úr rísandi urriða í minna allavega, skilur. Nei, þú veist, bara presentation, val á flugur, þessi skiptir máli. Ég vil vinna það bara sem er laxveiðina, sko. 2 flugur yfir hil er bara nóg. Það er bara einhver regla hér? Já, bara 2 flugur, bara, þú veist, ef þú færð einhver viðbröð, þú sér fisk koma á eftir eða eitthvað þannig, ok, eini viðbót, en ef ég fer yfir hil með 2 flugum og það gerist ekki neitt, þá bara fer ég mig. Ok, þeir strákarnir í veiðifélaginu, Gunni og Doddi, báðum að spurja þeim uppáhaldsfluguna, ef þú þyrfti bara að velja eina flugu, þú veist, ok. Jesús Kristus, þessi einu, þetta kemur alltaf þessi, veldur einu flugu. Nei, en ok, þú ert búin að nefna 2. Segjum bara, júli í Langá, þú ert á Tanalækjabreiðinni, það er bara svona venjulegur júlídagur, þú ætlar að fara yfir með 2 flugur, verður til þess að vera vissum að þú sést búin að taka tökufiskinn ef hann er alltaf. Grínbött og haugur. Grínbött og haugur. Já, stærðum 16. Báðanum 16? Já, grínbött og haugur. En fyrir það vatni, skilur, segjum bara normalt vatn. Já, grínbött og haugur. Þess að þið fáið sjálfsög grínbött og haugur við félagið nógutunum 17. Já, sponsum það. Sattu þetta að segja? Þetta er mjög gott, maður velkjör. Það er viðfélagið sem að við, já. Já, þú veist, svona er þetta. Já. En þetta er þessar 2, þú veist, þetta eru 5 flugur sem ég held að við gefum með 90% við einanlanga á, það er ekki meira það. Það er alltaf svo gaman þegar menn mæta með alveg 30 tegundir í boxi, bara þarft hann ekki, bara taktu þessar 5, farðu út í hana og málega þetta. Ok, þú er búin að nefna 2, hver er hérna 3? Sunray, lítill. Lítill Sunray. Rauður Francis, það er því að fara að vera það. Ég menn það er bara besta flugan, skilur við, rauðu döður, skilur við. Já. Og Blue Charm, en gamla Blue Charmin eins og með fjæður? Nei, já, fjæðurflugan og með
með þykku flötutinsili, ekki óval. Já, þannig að hún svona meira hluti silfur kannski heldur en svartur. Já, búkurinn 50-50 silfur og hún líka léttklædd á lóadröngul stærðum sko 10-12 mátalónda þær byrjun sumars. Þá ertu með hitsi svolítið coverað í þessu og Sunraynum. Já, þú sást ég sagði ekki hits. Já. Ég hjó eftir því sko. Ertu ekki mikið fyrir hitsa? Jú, mér finnst aðeins þetta hitsa en þú sagði langa á skiljum, þú veist. Já, mér finnst langa á sko bara ákveðni staðir sem sjúklega gaman að hitsa. En mér gengur yfirleitt betur með flugur bara undir þakkinu sko. Ég svolítið sammálaður. Þegar maður aðeins verið í langa á, minnst hits virka víða betur sko. Það virkar alveg. Það virkar alveg, en þú veist, kjósin sem á fyrir hits miklu skemmtilega, norðarlega. Já. Þú veist, ég ekki að segja að hits alltaf lægi. Ég meina Flúðahola, Katafossbrún, það alveg fullt að góðum hitstöðum þannig séð sko. Flúðahola, Katafossbrún, Stangarhylur, vaffið í góðu vatni. Svona í fljótu bræði, ekkert svo marg, og Glannabrót. Glannabrótið, Efri Hvítstaðahylur. Já. Hvert eru konir? Fjallið. Þetta eru svona þeir skemmtilegu hitstæðir allavega. Kampari, kannski? Já, svona hrattvatn, grund. Já. Og það var búið. Ok. Nei, Gætaholan frá Krókudíl. Já, þú veist, það svæði í rauninni allt svolítið, en þú veist, það ertu líka bara alltaf með íðandi nýjan fisk og já, hugurinn ber mann halva leið, nú ég komin við annars svona. Já. Yndislegt sko. En komum aftur á langa á eftir. Við vorum að tala vatnaveiðina. Hvert viltu helst fara til þess að þú nefndir holurna á Þingvöllum? Já, sko, Þingvallavatn er svona go-to vatnið. Úlfljótsvatn líka. Sko, Úlfljótsvatn fyrst mér hrottalega vanmetið veiðvatn. Þú veist, fáið sem fara ángað og veiðin ekkit lélegri heldur en á Þingvöllum. Þetta snýst ekkert það, sko. En mér finnst að mann afmarkari svona við ákveðna bletti, en fyrir þá sem alltaf fara í Úlfljótsvatn næsta sumar, það bara byrjaði bara, keyrði upp að kirkju, niður brekkuna, fara bakkan þar, punktur. Og sko, út fyrir það vatnasvæði Lísu, mjög skemmtilegt. Hálendisvötnin, æðislega gaman, það veiðivötn á góðum degi, rosalega skemmtilega. Ég fari á Skagaheiðina en ekki í nokkur ár, en svo skammast ég mín fyrir að segja það upp átt, sko, ég á Arnarvatnsheiðina alveg eftir. Já. Ég veit eitt vatn, ég til það ekki einu sinni með, ég á Arnarvatnsheiðina bara algjörlega eftir og mér langar að skipuleika svona 4-5 daga túrarna á næsta sumri og læra á svæðið. Án nokkra vini sem veiða mikið sko, en ég skil ekki ennþá hvernig ég ekki búin að fara þarna sko. Nei, ég er svolítið með þarna. Ég hef farið 2 svar en mér langar svolítið að þetta er náttúrulega alltaf svona gæta tíma sko. Maður er búin að maður er bara eins og hver önnur hóra, maður er búin að selja þetta. Þannig að já, maður áksér einhvern veginn drauma að vera þannig bara í byrjun júlí eða eitthvað svoleiðis sko. Já, þeir fara alltaf í endan júní, gera helviti fyrir veiði sko. Og sko hálendið er að kikka inn þarna svona, já, síðustu vikuna í júní og svo inn í júlí og þá er maður alltaf bara í vöðlum að gæta þannig að sko ef ég held áfram hringinn, já, Skagaheiðin er mjög skemmtileg síðan eru svona litli blettir og lítil vötn svo á Austurlandi sem ég ætla ekki að nefna all nei. Sem var mér finnst mjög gaman að veiða. Ég hef eitt svona leynimatt líka fyrir norðan upp á lítilli heiði sem ég ætla heldur ekki að nefna. Nei, það er alltaf góð. Þannig að mér finnst vatnaveiði ofboðslega skemmtilega sko. En þetta er líka svona learning process fyrir veiðmenn. Náttúrulega eðlilega færð þú kannski og ég og menn kannski með 20-30 ára reynslu veiði mikið af spurningu frá þeim sem er að byrja. Hvert á ég að fara, í hvaða vötn á ég að veiða og allt þetta. Ég segi svolítið sko bara keyptu veiðikortið, farðu og prófaðu. Þú lærir rosalega mikið af því að vaða bara í þetta annars að veit ekki neitt. Og bara að mistakast sko. Í rauninni, já. Það er ákveðin skóli líka að fara bara að stað og prófa. Ég meina að þannig var, hvernig byrjaði ég að veiða, bara keyra í öll vötnin í veiðikortinu. Já, nákvæmlega. Og bara sömur ræðilega og ég mun aldrei fara aftur en... Nei, en þú ert búin að prófa það einu sinni skilur. Ég er búin að fara í endalaust marga veiðitúra í einhver svona svæði til að prófa og bara segja, ok, þetta er málið skilur, svo mætir maður þetta er bara ekkert að frétta sko. En ég fyrir ekki aftur
og ok, þá bara prófaði eitthvað annars veiði og þá var ekki eitt af þetta og gerir þetta kannski 3-4 sinnum og svo ferði á okkur veiðistað og við eitthvað vatn og mókveiður og gengur rosalega vel og svaka brokkin sko og svo talar við félagana og hvað segja þér? Já, ég er búin að prófa þetta vatn, ég fer aldrei þannig aftur. En svo ég man eftir þú gerir náttúrulega eins og allir hlustendur vita þess að þætti veit með vinnum og það er svona allan fyrir mér eftirminnilegst þáttunum þegar þú fóst í Þingvallavatn með Níelsen feðgum. Það var þetta er svona einn af þeim þáttunum sem við þykir vænstum og ég held að það sé að stærstum hluta til bara nærvera Þórs að þetta er einstaklega ljúfamaður og hann kendi mér svona eiginlega bara allt sem ég kann með Þingvallavatn. Hann alltaf bara svona helgaði sig alveg þessum vötnum svona í kringu Reykjavík mest. Algjörlega skilur við og ég held að sko góðsögnum sem að hann skilur eftir sig bara með svona hafa tekið svona nokkra unga veiðimenn upp á sína arma og kent þeim á vatnið. Þessi strákar sem hann lærði af honum eru allir að gera nákvæmlega sama í dag. Þú veist, þeir eru að miðla áfram því sem að hann kendi þeim og ég held að það sé svona hans legacy hvað tengt veiði á Íslandi sko. Bara að hafa svona komið Þingvallavatni svona ákortið almennilega og eins þetta hugafar að vera alltaf tilbúin til þess að hjálpa veita leiðsögn, gefa ráð. Hann deildi sínum flugum og hægri og vinstri, skilju friskóin og svona leynivopp sem að margir hefðu setið á lengur, hann var bara eldsnöggum að spyrja hann gengur ekki hjá mér, heyrðu, gjörsvel, prófa þessa veitu djúft og dragðu alveg slötur hægt og þú getur og bara allir þessi frasar komni frá þessum gömlu komur að segja ármannum sem að hann, þú veist, Jón Helgi og Jón Pedersen og fleiri sem voru Agnalíus Hagvann ég vona að ég sé nú ekki að bera þetta rátt frá en ég er ekki alveg veis ég hitt hann aldrei en þú veist, þessi kallar eru náttúrulega og þetta er svona svolítið heimur sem mann mun svona huldar í dag sko, þessi vatnaveiði, ég veit ekki hvort það er bara út því að maður sjálfur komur eitthvað annað en þú veist, þessi svona menn sem að stundu þessi vötn alveg sko, ég held að það sem að vantar sko í dag er ég ætla ekki að segja ekki betri markasetting kannski skilur en það vantar betri kannski grunn veiði kennslu á því hvernig á að veiði vötnum þú veist, hvað ertu að gera þú ert að kasta flugu, þú veist, ok þú ert að líka eftir eitthvað sem fiskurinn er að taka og þú þarft að hugsa tauminn og bæði þykkt og lengt hvernig dregur inn, hvað ertu að kasta hvernig bregstu við og allt þetta sko það sem ég hefði viljað sjá nú ert þú þetta með veiðinámski sjálfur Jú, mikið rétt Takk fyrir að koma að ég hefði viljað sjá sko kannski markvissara starf hjá veiðifélagum í því að kenna vatnaveiði þú veist, vera með skipulagt námskeið fara með kannski 10-12 manna hóp upp á Þingvallavatn, upp á Elliðavatn og gefa hverjum og einum dálítið mikinn tíma sjálfur til þess að útskýra hvað þú ert að gera það eina sem að, við gerum með þessu er að styrkja veiðisamfélag, við búum til betri veiðimenn og ég hefði viljað sjá veiðifélögin svona leggja meiri áherslu á þetta grunnstarfið, grasrótir algjörlega heldur en að vera alltaf flagga einhverjum nýjum laxveiðum og eitthvað svona dót sko mér finnst ekki mér finnst ekki svona heilla vanleg þróun að segja að laxveiðin sé betri eða á hærri stalli heldur en silungsveiðin þannig að ég hefði viljað sjá meiri hreyfingu svona hjá veiðifélögunum í því að rækta þetta grunnstarf betur Já, grunnstarf hefur kannski svolítið líka bara þessi grasrót færst út úr veiðifélögunum, þú veist, náttúrulega með samfélagsmiðlum og öðru, ég meina við erum að halda út þessi podcasti, bara það er annað podcast veiði, þrjóstöng og alls konar gróska, en vatnaveiðin hefur svolítið orðið eftir inn í, hvað maður segir bara svolítið inn í ármönnum, þeir hafa elst og ekki einhvern veginn náða að yngja sinn hóp, ná ekki tengingu við þessa nýju kynslu. Eina vatni sem ég myndi segja svona að svona hafa eitthvað grunn í endurnýjun á veiðimönnum er Hlíðavatn. Já. Þú veist, veiðifélögin þar, þessi litlu klúbbar, þar er svona uppeldisfræði því að afarnir er að mæta með barnabörnin og þetta er fjölskylduveiði og gott vatnaveiði. Ég hef viljað sjá þetta víðar, þetta format á vatnaveiði rauninni, sko. Þetta er ekki hægt annars staði, ég gerir mig grein fyrir því. En svona,
Já, ég hefði viljað og ætla bara að koma því á framfæri núna við þá sem að hlusta, í forsvari hjá við fyrir honum, efla þetta starf frekar. Nú já, betur þetta alveg úr með komum með eitthvað gott segveið fyrir okkur, en já, við komum inn á veit með vinum, sér sem þú framleitir, gerðir alveg hellinga þessu. Ég meina, við erum að berjast í að halda út í vikulegum hlaðvarpsþætti sem að þetta er ekki sama production og fara niður á eins og við nú fengið sjálfur að reyna. Nei. Sko, hvernig dast inn í þetta? Þetta er leiðilegt að vera höstla spons og endalist í svona, við vitum það sko. Já, þetta er hörku vinna sko. Fyrsta serían gerði 2004 og var með framleiðslu fyrirtæki sem vann með mér í því verkefni. Þannig eina sem ég gerði þar ég framleiti þetta með þeim og þeir sáum alltaf eftirvinnslu, leikstjórn og allt þetta og það samstarf gekk alveg fínt sko, en þetta var svolítið dýrt. 2005 fer ég í nám til Kanada að læra sér bara kvikmyndagerð og kom svolítið út úr því með svona ákveðna svona hugmyndum einfaldari tökur heldur en ég var búin að gera í fyrstu seríunni og það gekk alveg eftir, þú veist, þá vorum við hættir að vera kannski 4-5 manna krú, vorum kannski yfir 2 og stundum 3, aldrei mikið meira það. Stiltum svona upptökum kannski að veiðist að við vorum með gott verklag á því hvað við vorum að gera og við það að geta minka krúi svona mikið, gert þetta meira sjálfur, þá náttúrulega kostuð þetta minna. Þannig þá bara gekk þetta upp sko, þú veist, ég man ekki hvað fyrsta serían kostaði í tótalt en hún kom ekki út í pluss. Nei, ok. Það er alveg hreinu. En þú veist, þú stendur ekki í þessu fyrir ekki að við stöndum í þessu podcasti til þess að græða á þessu, sko. Nei, það er enginn að framleiða svona þætti og hugsa bara að ég ætla að vera ríkur að það er ekki málegt. Ég held að það eina sem að vakti fyrir mér þegar ég byrjaði á þessu var bara með langaði til þess að gera þetta, þú veist, bara með langaði í svona eitthvað nálgun að veið þáttum sem ég held kannski að væri ekki búið að gera áður. Þú veist, ekkert skúlar náttúrulega, þú veist, já, bara kongurinn dæmið. Já. Með sporðakost, ég horfði ekki á þetta, frábæri þættir, en ég hugsaði með mér, ok, ég ætla að reyna að komast hjá því að vera með veiðilausa þátt, sem gekk ekki. Nei. Þú veist, við sýndum 6 þætti í hverju serju, en ég á samt aðra kannski 7 þætti, þar sem að bara, ég get ekki sýnt þetta, það var ekki til þetta. Það er líka vandamáli við fiskinn sko þegar kemur eitthvað svona, hann les ekkert handritum með það sko. Lax lítur mjög illa á leikstjórn. Já. Það lítur undir leikstjórn sko og það var svo gaman að eiga samtöl við fólk í kringum framleiðslan þáttunum og mér er alltaf að segja, okkur er ekki svona skoti þar sem að fiskurinn gerir þetta. Bara, ok, það er ekkert mál að gera þetta, en þetta tekur rosalegan tíma. Þú veist, Gunni, Helga, Þýbjörnir, þegar þeir voru að gera sína þetta, það var 1 skot sem náðu í, hvað heitir hún pínlítil áfrið austan? Laxóinesjum. Þegar laxinn kemur upp og tekur sönnreinar í 10 gang. Þetta skot, prósessin við að gera þetta, er að vera með litla kameru, kominni fyrir á arm, einhver situr á bakkanum, þarf að vera undir, með skjáin fyrir fram að segja, og bíða. Þetta er rosalega mikil bið. Og þegar þú ert kannski með 2 daga til að mynda Guðlófar að vatni sé í lagi og fiskurinn að taka þú ert að veiða kannski 30-40% af tímanum sem þú ert að gera versus það að þú værir ekki með tökulið. Við komum með það þarf að stilla upp vélum, hugsa ramma og það fyrir ákveðin tími í það. En svo líka, þú veist ég man alltaf geggjaði senur af þér og Jóa í gleðipinnum berum ofan í norður á 25 stegi hitta þar ertu vantarlega bara búin að fá stanguði félagið til þess að gefa þér eina stöng í 3 daga í skiptum fyrir að þú gerir þáttu norður á og svo mætið þú 25 stegi hitti engi veiði en þú verður að delivera þætti. Já, við verðum að gera það sko. Sería 1, við lærðum rosalega mikið af því með þetta sko. Hugsaðu bara, ok, við erum með erum að skila okkur 6 þáttum eru með 6 veiðisvæði til að mynda og búið. Og norðurárþátturinn kendi okkur þetta, dýrundómum, að bóka og vera með meira tilbúið heldur en maður gerir ráð fyrir. Þú nærði ekki alltaf þættir með 2 dögum. Nei, þú bara gerir það ekki. Og sería 2, 6 þættir, mynduðum 8. Sería 3, mynduðum 8, sýndum ekki nema 4 eða 5. Eitt þáttur var bara svona samklipp af best of. Já, einmitt. Og já, þetta er svona 1-2 þættir sem rauninni fara bara í tunnuna
eftir seríuna því að þú ert ekki með efnin til að sína, það bara ekki til staðar. Eitthvað sem að mér myndi strax hrilla við í konseptinu þáttaröfum var eins og þú ert að mæta með Jóa þarna sem nú orðin ágætt veiðmaður í dag en þú ert með hann þrönga ramma að ná 30 mínútur þætti og þú ert í rauninni að kenna hann að veiða í leiðinu sko. Ofan á allt hitt sem þarf að ganga upp sko. Það sem bjargaði þessum túr bara held ég hann það bara skemmtilegu gaur bara, það var alveg sama í hvað veiðistæði fórum við sáum fullt af fiski en áum var 18-19 gráður og lofthittin á 25, ég held að heita þessi dagurinn hafi verið svona 26-27 og berir og ofan bara klukkan 8 á morgnana í 20. hita bara drefti mig það var rosalega erfitt. Það var alltaf geggja senuna eitthvað berum og með kúrigata bara en við lentum þessu í Langá þegar við gerum fyrsta þáttinn þar, þá vorum við þar í byrjun seft, sem að sá tími ég elska september Langá. Miklu frekar vera það heldur en 10. ágúst. Mikið frekar sko og þá var áin bara vatnslaus, það var ekkert vatn ógeðslega rétt og ég þekki Langá vel. Ég endaði með því að mafka upp eitt lax, ég sagði mafka upp sko í svona litlum hil þar sem að flúðahólan endar, kemur rennan smá heilur og ég sá hann svona liggja með trínið upp í bakkan og ég bara skóplaði maðkinum upp í hann og búið. Ekki hvað heitir þetta lækjar? Nei, þetta fyrir ofan ekki lækjabröðu. Bara akkurat þátt á milli. En það var líka erfið þáttar að mynda og erfið þáttar að sína, maður setur vinnu og stolt í þetta og sína síðan þátt þessu norðrana, engin veiði og svo langana, eitt fiskur, þekkið þú ekki að langa rosa vel? Jú, en hún var bara, varsleis og erfið. Við feikum að kenna á þessu sjálfur í sumar sko, ekki það, ég held að hún alveg náði þátt sem að kemur út í vetri okkur í Laxadal með vinum okkar kattisbræðurum að bara besti tími eitthvað 16. júní og átti bara að móka eða eitthvað, svo bara snjór það bara apríl og svo náttúrulega lendir í því að jú, þegar þú situr í fiska þá missir þá og allt svona, þegar þú fær tökuna þá var hann akkurat að taka mynda kríu sem var að, svona þetta leið og myndaðileg byrtist, þá gerist ekkert svo snýrun hinn áttina, þá gerist allt. Nú ætlum ég að segja reillindamál það deilaði með þér og við vorum spurðið svo ofta að bara þetta hefnir með að ná alltaf tökunni bara hvaða grísi þetta bara, þú ert að kasta á tökumannin alltaf akkurat með myndavélina þér þegar fiskurinn tekur á stönginu upp, þetta geggja, þetta hefnir sko sannleikurinn í þessu dæmi verður til í seríu 1 í Soginu og þá var ekki verið að mynda mig þegar fiskurinn tók á bílsesbriðinni og strákur sem var leikstarflætturinn sér við okkur vantar ríflexi, okkur vantar þetta hér. Já, hann er á mómenti. Já, og hann Árni sem var hljóðmaðurinn farðu út í eitthvað og ég kalli, getur ekki kastað á hann? Jú, ég getur kastað á hann, ekkert mál og svo grípur hann bara línuna, tógar og ég lyfti upp og ég var bara, djöfulli, þetta sniðugt. Ég hef ekki sett að gerist alltaf. Nei. En svona 50-60% af tökunum eru feikaðar. Ég var einmitt sko, við tókum upp aðeins svona lítið vídeo í Eldvatni í vor sko og þá var var Birkir að segja mig sko við þurfum að taka svona kannski eitthvað skota, svo tekur einhvern svona talar einhvern aðdraganda og svo ferðu að executera. Ég bara já það heldur mikið vinna að taka það. Nei, þú fer bara veiðir, svo þú búin að veiða fiskinn, þá sittst upp í bíl og tökum upp nákvæmlega hvernig þú ætlar að gera þetta, nákvæmlega eins og gerðir það og klippið bara framfyrir. Nema við endum á að gera það ekki. En ég búin að horfa á í 20+ ár fullt af veiðvídeóum, hafði aldrei dottið í hug að svona væri þetta gert. Það var allt bara einhverjir taumlausi snillíkar sem bara teiknuðu upp, ég ætla að vaða þarna með þessa flugu, gera þetta svona, en auðvitað er þetta allt ekki eftir á. Já, sko það sko þetta eins og þegar við komum á á veiðistað, það verðum mynda þú tekur upp efnið í ákveðniröð, byrjar því að taka bara, ok, víramma hér er veiðistaðurinn, bla 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 og hugsaðlega eins, ok, hvernig ætla ég að narreita þetta svo getur næsta skot, veiðmaðurinn komið við bakkan og byrjar að kasta flugu, svo þarf þetta cut away lítið skot af hilnum nærmynda honum og nærmynda hjóli og þau eru búin að safna þessu saman í smá tíma og enginn taka, allt í góðu, færi þig svo er þetta heppin, fiskur á ef þú byrjar svona fyrir þá sem að vilja gera YouTube myndbönd og allt þetta er ákveðin prósess í þessu sem að þú getur gert þetta auðvildara fyrir þig
byrja bara í víðu, þrengir að mann alltaf smá saman, komum með cutaway-in og ef að fiskur tekur í millitíðinni, frábært, þá feikar að tökuna. Þetta industry secret, þú ert svona galdrakall að gefa upp triksin, sko. Já. Var verið að strippa í hljóðmannin svolítið í veitnum vinum? Það var svolítið heppinn, sko. Þetta var þetta var ofslega mikil lærdómur. Við prófuðum alls konar til dæmis bröð og tækni þegar við vildum ná underwater myndum og ég held að svona það ákveðin augnabliki þáttur sem ég segi bara damn, þetta vel gert, klappa sjálfum mér á bakið. Og það er eins og neðanvarsmyndirnar úr Þingvallavatni. Já, það voru flottar. Já, og þær voru svo nálægt okkur, við vorum að íta þeim burtu með löpunum þegar það fór út úr fókus. Og síðan á Grænlandi, tveir þættir sem gerum þar, fara niður í hylinn og ná þessu myndum og fólk sátt að þetta er flott, hvernig gerir þetta? Industry secret, annað, leyndarmál númer 2, fiskabúr. Já. Við keyptum bara svona 30 lítra fiskabúr sem að kameran passaði akkurát honni. Hann klæði undir til að balansera hana svo að hún titri ekki. Svo bara ítiru bara undir vassauðborðið og ert með skjáin upp þannig að þú sér nákvæmlega hvað orðið að mynda. Getur freimað þetta rosalega vel upp. Þetta er náttúrulega bara GoPro, kústskafti og síminn í dag. Já, nákvæmlega. Þú vinnur þetta alltaf yfir þessu núna. Þetta er náttúrulega þetta er miklu erfiðara, kannski þeir sem eru að hlusta á þetta gerir sér ekki alveg grein fyrir hvað þetta var mikið vesen. Ógeðslega mikið vesen. Ég hugsaði með mér bara djöfull væri til að framleiða veiði þetta í dag. Já. Bæði GoPro, þú nærð bara andlitsmynd af öllum fiskum í heilum og vilt gera það og svo drón. Drónin er það. Já, við hugsaum okkur vantar svona yfirlitsmyndir yfir hana, hvað ég að gera, leiða þyrlu. Það er ekki alveg budget í það, skilur við. En í dag, bara með þróun og öðru í drónum, að svo ekkert skúla gerir þetta nýju seríunni, alveg sjúklega vel. Þetta bætir svo miklu við, geta verið með yfirlitsmyndir yfir hýlina og annað. Þannig að já, ég væri til að henda í. Er þá vona á síðan Nei, ég var alltaf með maganum svona ákveðna hugmynd að gera kannski 60-90 myndamynd sem er svona kennslu myndband eða ákveðin aðferðafræði sem getur sýnt in action við bakkan að þá kemur þetta tími tími sem þú þarft að hafa til að undirbúa þetta og gera handrit og vinna efnið, það er svona frekar af skortum skammti í mínu lífi í dag. Já, einmitt. En mér ég á handriti til, svona grófunnið og það kýtlaði mig alltaf pínu lítið bara ákveðið, alltaf vanta einhvern svona endapunkt á seríunar. Já, bara eitthvað svona grand finale, já, takk. Og ég byrjaði að skrifa þetta fyrir svona 4 mánuðum síðan handrit og svona gera svona ákveðin sett upp á pælingar og hvað ég vildi svona koma til skila. Þannig ég er ekki alveg búin að ég er ekki búin að gefa það alveg frá mér. Ég ætla ekki að segja að ég sé að fara að gera þetta heldur. Þetta er á bakbrennunum. Þetta er á borðinu. Já. En að koma þessu af borði inn í production er dálítið stórt skref og það fer mikið tími og svona koordination í að gera það og jú, kannski. Sjáum til. Ég vil ekki lofa henni en sjáum til. En það var líka eitt sem að kannski við þökkuðu fyrir veiðmenn að þú settir þetta allt inn á YouTube eða svona megnið af. Já, ég á eftir að setja restina Já, það er alveg, þetta er aðgengilegt öllum ókeypis á YouTube í dag. Já. Náttúrulega DFD tæki dáið og þú vilt á endanum bara þetta lifi og þetta, fólk sjá þetta. Ekkit annað, takk fyrir að minna maður bara, ég ofta hlaðinn hverjum slatta þáttum fyrir jól. Já, mér finnst þetta bara vektinu vera svona efni, mér finnst ég ekkit eiga þættina, ég veit frekar að allir fá að njóta bara, DFT-salan var rosalega fín og þetta gekk alveg upp og fjárhagslega borgaði þetta sig og menn ekki brjálaða gróði, ekki mínus eins og eftir fyrstu sérina. Svo var þetta ekki komið inn á deildu og eitthvað svona og það var bara svona, er ekki bara að opna þetta? Já, ég gerði það eiginlega vegna að þetta var komið í þessar sjóranningasíður hvað þetta heitir og DFT náttúrulega hrundi á bara yfir nóttu, þetta var bara ein helgi það var DFT bara búið. Já, vítilögunum fóru með og þá hugsaði maður hvað ger ég núna, þetta er búið að borga sig fjárhagslega hefur þetta dæmi gengið upp og ég er búin að skilja einhver að mér og ég er ofslega stoltar af þessu þannig að, já, ég vildi bara frekar koma þessu á internetið bara steina á YouTube, það sem allir fá að njóta bara á sínum forsendum og
það náttúrulega eitt sem lifir í þessu kalli, það er lagið. Við vorum að fara í veiði í haust og vorum í einhverjum svona spjallópfélagarnir sko og þá allt í kemur bara eitthvað linkur og Spotify og maður klikkar á það og maður eitthvað lag hvað lag er þetta? Það var ekkert látið fylgja, nei Marvin hérna félagar sendið þetta inn og maður bara hvað? Svo bara svona, kom hugljum, bara býta þetta veit með vinumlega. Sendu mér hérna linkin á sig. Ég skal senda linkin á sig. Þetta er Birkir Ugla láta óma undir hérna við þekkja rétt. Já, við fengum leyfi. Það heitir Chihuahua. Takk maður, við fengum leyfi fyrir þessu lagi. Þetta er eitthvað svona... Já, þetta er copyrightin. Já. Hérna er það. Ég bara... Það voru glöggur bara. Heyrðu, en hérna... Þetta er inn á Spotify maður, en það var út af því að þú þurftir að fá leyfi, þá gæti hann farið í sko lýsinguna á YouTube-vídeónu og þar kemur skilur copyright taggið á og nafni á laginu og flytjandi. Well played, ég hef búin að stengli með þessu maður. Það var eitthvað svona að vera að peppa þessu upp í eitthvað sjóbrytisveið og þá þetta bara inn, bara linkur og ekkert sagt og þetta er inn á Spotify. Þetta er á Spotify, þetta var bara þemalagi mitt í senstu tömmi túrunum. Það var bara núna þemalagi mitt fyrir restina túrunum mínu, sko. Við erum nokkið strákar saman í svona klúb sem að heitir Veiðifélagi Vosbúð og það kemur til að við hefum aldrei fengið gott veður. Aldrei. Jú, fyrir ekki. Í fyrra, en þá vorum við aðskildir. Við vorum ég og Jóhann Axel Thorstensen vorum í Eysturrangá og Georg Andersen og Valdimar Hilmarsson. Hann var Veitu þessi Valdimar Grímsson? Þeir voru í Laxardalum og við áttum að vera veiða með þeim þar og það var bara tími bara á skortum skamti og Jóhann í kominu flugi og við ætlum að leiða okkar sessnu og fljúa, hann er flugmaður og það gekk ekki upp. Það er eina skipti sem að við höfum fengið gott viður á báðum stöðum. Þeir voru 27 stöði heita fyrir norðan og við svona rétt að sleikja 18 í eystri. Þannig að þeir komið saman. Þá verður Vosbúð alltaf. Við fáum ekki gott viður í veiði. En verður þetta samt ekki sko leiðilegt? Ég sé þið fyrir mér sko þegar keyri veiði, lagið komið á og þú bara svona narri þetta allt sem að gerist. Sko, Georg veður út á breiðuna og hefur sig til kast. Við eigum eitt svona ágætis moment við í Veiðifélaginu Vosbúð og það tengist veiðistanum Hornhill í Langá. Já. Og í þættinum, nú kemur annað atvinnuvindamál, í þættinum er textin orðrétt Hornhillur er skemmtilegur veiðistaður. Ég hata Hornhill. Já. Ég hata þennan veiðistað. Hann er fallegur. Þessi staður var mitt helstyrni í ánni. Þetta er bara þetta svartól veiðimennskunar. Bara ég get hann að staði ekki sko. Ég veit í strenglu fyrir neðan. Hann er skellur. Já, og í grjótunum, ekkert mál, en í heilnum sjálfum, aldrei. Fyrr en í fyrra. Já, í þessu ömurðar ári. Ég hef aldrei gætað, hitti fyrra fyrir ekki. Ég hef aldrei gætað fisk úr Hornhill og aldrei tekið fisk úr Hornhill fyrir þá. Og þá settum við 4 löndu en 5. En ég hef aldrei fengið fisk úr það. Já, en þú ert að tala með narrationið, skilur við. Að narrationið okkar bara, er þetta. Hornhillur er skemmtilegur veiðistaður. Og punktur. Já, einmitt. Þetta er svona, það er ykkur, þetta er alveg veginn og það er þægilegt að drepa 20 minnur og til að skipta ykkarna. Þetta er staðurinn sem ég fer með kúnana mína sem að haga sér ekki vel. Já, ok. Og svona know-it-all-lið. Þetta er skammakrókurinn. Þetta er skammakrókurinn, sko. Þetta og svona, þetta er fínt að eiga svona 2-3 staði þegar menn vera svona overconfident. Já, kæla það. Við þarf aðeins að slaka þér. Fara með hann í bara einhverja svona vonleysur í smá stund. Góðu sveppamói þarna í birkinu þarna í kringu staðar. Nákvæmlega. Mikið að berserkja sveppum, kannski var að sjá þeim. Já, og svo það líður á tímabili, það er bara svakalega aðalbláberinn hérna er rosa fín og veist. Já, þetta er staður til að drepa tíma en ekki veiðistaður sem að ég held mikið upp á. En veiðistaður sem ég held mikið upp á aftur á móti. Já, það er hitt plöggið, sko. Það er eftirlætis veiðistæðurinn í búið Eirberg. Sko, ok. Já, með marga veiðistæði sem ég myndi segja svona náina top 10, klárlega. En staður sem að mér finnst persónulega skemmtilegast að veiða, af því hann er svolítið svona, hann er flókin og ekki auðlesin heldur, er Kerstafafljót í Langá. Bara fyrir mér óþrúlandi staður. Já. Fiskur stekkur hérna alveg linnulaust, tekur illa. Já, hann tekur illa nema þú veiðir hann rétt. Þetta var helvitis bakkvöld var þetta maður. Sko,
Tek þessu svo hverju eru hundspiti? Sko, það þetta veiðan beggja vegna frá, en það fer eftir vatni, hvort ég veiðan frekar vestamegin eða austamegin. Og ef ég ætla að veiðan austamegin frá, þá veð ég til grjótin sem að skilja að þarna strengin og fljóti sjálft. Þetta eru unni 2 svona samlíkjandi staðir við það sem áttu ekki á þessu, þetta er Kerstapastrengur og Kerstapafljót. Að þegar ég er búin að veiða strengin á austanverðu, þá veð ég út í ána, alveg út af ysta rauðasteinum. Og þú stendur við hann, þá stendur svona smá steinbrot upp úr. Já, svona illa hlið, eða ekki, svona 2 steinar. Nei, það er annar tökustaður. Okay. En fyrir ofan það, bara þegar þú stendur við hann rauðastein, er svona pínu lítið hotn upp úr og við það er svona smá læna. Þegar þú lest í ströyminn, þá sér það strax. Þetta er fyrsta tökustaðurinn. Búið með hann, þá færið þið aðeins til vinstri, þá kemur svona pínu til beygja í broti þar fyrir neðan og þá klárar það, búin hérna aðeins, bakkar aðeins, pínu lítið svona spegilvaffi miðinni, klárar það, bakkar aðeins, fer niður á klöppina, veiðir hægra grjótið í þessu hliði, búið með það, svo veiður yfir ána, efst það sem að litli pollurinn er fyrir ofan Kerstapastreng, er smá tökustaður, ein fluga á búið. Síðan heldur áfram Kerstapafljótið, þá veiðuru strengin þar sem þetta litla grjót stendur upp úr bara frá vestanverðurlandinu og svo kemur líka af litla þríðingsblettunum frá vestanverðurlandinu, vinstra grjótið við hliðið og vaffið þar fyrir neðan, þú veist, bara fyrir mér er Kerstapafljót svona einn af skemmtilegri veiðustöðum í langa, vegna þess að hann gefur fisk allt tímabilið. En þú brýtur þetta svolítið mikið upp og svona eins og ég svona hef hoggið eftir að veiðmenn sem þekkja veiðistæðan sem vel gera og kannski eitthvað sem fólk ætti að pæla í er að þú veist, veiðistæður er ekki alltaf bara einn veiðistæður. Þú veist, þetta er þessi steinn og það er þessi blettur og svona reyna að brjóða, þú veist, oft svona stóri staðir jafnvel sem eru mikið flæmi, skipta þeim bara niður þegar það virkar svona, hvað er ég að veiða hér? Veist, byrja bara að veiða þetta, svo tekur þetta. Þetta líka þarna, er eitt sem mér finnst skemmtilegast í gætinu. Það er að kenna mönnum að lesa ána. Þú veist, hvað er að gerast í vatninu? Og þú horfir yfir einhvern heil. Segjum eins og Stórhálagöld sem dæmi. Hún er mjög hröð uppi, hægir á henni í beginni og svo þegar hún komið fram fyrir klöppana fyrir vatnið að spýti lóna aftur. Stórhálagöldin eru 3 mjög áberðið tökastæðir og ég hef verið að útskýra fyrir mönnum, nú ertu að veiða efri hlutar á hennum og hugsa þetta bara svona eins og ramma, heilin sjálfum. Og ég geri þetta þegar ég veiði, þú veist, ég svona brýta niður í svona litla fyrirtinga og ég passa mig upp á það að veiða hvern einasta fyrirting. Þú veist, bara svona eins og milla. Þú veist, veiti þennan blett, veiti þennan blett, veiti þennan blett. Þegar þú gera þetta oft í heilum, þá fattar það bara strax, hann tekur þarna og hann tekur þarna. Og þú veist, þegar ég fyrir gegnum veiðistæði sem að kannski óvænt fólk gefur sér kannski hálftíma upp undir klukkutíma í að veiða, ég klára hann á 10 mínútum. Þú veist, ég er bara að veiða gefléttina, ég fer bara beint í þennan stein, búið. Þetta er náttúrulega, maður kaupir þetta ekki í búið, ég menna að þú byrjar að veiða nú 12 ára gammal. Já, ég þekki langa og náttúrulega ofboðslega vel, þú veist, en ég er búin að veiða svo kjósina lengi líka og mér finnst kjósina ofboðslega skemmtileg, sama með hítar á og svona, já, fleiri víðalsá, hún er svona líka, þú veist, þú getur farið í gegnum ákveðna veiðistæði og þú fattar bara eins og Dalsárós, það er svona eitt samfelldu tökustæði, bara alveg frá spegli og bara halva leiðin niður undir skipstjóra, en síðan tekurðu eins og Valhýlina, báða, bæri efri og neðri Valhýli, við höfum veitt í víðalum, efri og neðri Valhýli eru svona dæmikir í staðir þar sem að fiskurinn tekur bara á ákveðnum blett hér. Og þeir eru búin að fara í gegnum þessu ákanski í 4-5 túra, þá ertu fljótar að fatta ég þarf ekkert að veiða alveg neðra brot eða byrja uppi. Þú veiður bara beint í staðin þar sem að fiskurinn tekur og veist, þetta er bara reynsla, þetta er ekkert annað, skilur. Svo er líka fullt af stöðum, skilur, sem að halda oft mikið af fiski en það er ekki tökustæðir, skilur. Það kannski óþarf að vera berja á honum, þú veist, ágætt stæði með bara glanni í Langá til dæmis, þegar vorum að tala um Langá. Já, en tekur oft mjög illa. Nei, fyrir neðan, þú veist, fórsinn, maður sér alltaf yfirlega líka stóra fiskar og svona, en taka oft mjög illa. Já, þú veist, það er ein leið til dæmis þar, þú veist, ég hef átt moment í hilnum, einmitt ekki í brotinu, þess að ég tók 7 laxa á klukkutíma. Þú veist, bara, það var alveg sem að hverja hend úti, það var alltaf á. En
heilt yfir eins og með neðri partin á hann, þú veist, þú ferði yfir þetta með kúnuna kannski 10 sinnum, einn að færa fisk that's it, sko. Bara setur eina flug í þetta og heldur áfram, skilur, vonar að sé moment ef ekki það. Já, þú veist, ef þú nærði einum fisk þarna, bara, ok, fínt, klárað hann, búið, move on. Já, algjörlega. Já, ég mér langaði aðeins að, nú það ekki allir sem átt sig á því að við komum inn á það með þessi 3 svæði sem að Langá var veitin á, því að þú þekkir Langá betur en flestir. Það er alltaf farið í greiðlega uppbyggingu þarna á stigum og annað, hún ekki veit hvað í einu svæði fyrir bara 98 þegar einhver að samina hana. Fjallið kemur inn sem svona tilraunasvæði, þú veist, á ákveðnum tíma, sko, en sko, ég held að Ingvirafn eigi alveg brjálæðislega gott hróskilið fyrir að hafa, þú veist, farið í það þrekvirki sem það var raunverulega að samina veiðisvæðin undir eitt, sko, því að þetta voru 3 veiðihús, það var verið að enskuhúsin er á neðra svæðinu og svo gamli kofinn á Jarlangstaðarsvæðinu og svo Stangarholt og þú svona hafandi prófað öll svæðin á öllum tímum þá held ég að það eru fáar ár sem ég hef veitt sem ég get sagt að séu svona jafn skemmtilegar alveg sem að hvarfadreipinu fætt í henni og hvernig það var ekki búið að samina þetta allt auðvitað einn hatt miklu 98 sko, ég skilða ekki sko. En nú er já þú veist bara eins og svo sem fólk veit þú veist, þú ferð ekki langa til að veiða stóra fiska þetta er smáloksa á en þú veist, skemmtileg svona tildulega hröð teknísk hröð margir staðir margir staðir, stuttamilli staða, aðgengileg fiskur iðulega, mjög dreifður en það er eitt við Langá sem að kannski við höfum ekki rætt í þessum þáttum áður eða koma inn á það er þessi bleikja sem var þarna upp frá þú fyrst nú eitthvað að kynast henni? Já Þú vilt ekki segja það? Nei, helst ekki En svona það er því miður það er bara staðrind að hún var miklu leitið þurrkuðu Já, sko að einhverju leiti það er ákveðin blettur það sem bleikjan safnast saman á góðum dögum og þú sérð alveg bara svona torfur af rosalega fallegum svona 2-3 punda bleikjum en þetta svæði er eiginlega bara svona prívat svæði fyrir landeigendur Já, það fyrir ofan ábúnd og það hleypa ekkert mörgum þangað að sko. Ég fengi að fara einu sinni Er þetta skemmtilegt svæði? Það er ógeðslega skemmtilegt svæði sem fyrir bleikjuna sko. Laxasvæði þetta uppfrá finnst mér ekkert sérstætt sko. Þetta er svona 2-3 góða veiðistæðir en hitt er sko, að fara hann upp yfir og segja bara okkur bara frá veiða bleikju er æði Það er náttúrulega veit á flótolt og maðk það er náttúrulega veit á flótolt og maðk og drepið Já, laxasvæðinu? Nei, þarna upp á Já, það er en það er nú ekki drepið mikið sko. Nei, ok En það má líka alveg að grísjun er bara allt í góðu með bleikjana sko. Stæðst að bleikja svona staðbundin allan að ég held ég að ég sé bara hann upp í ármótum bara alveg kolsvört ég var hann með ykkur útlíka í lagsleysinu 2019 og fengum ykkur 4-5 bleikjur og þurflu, ógeðslega gaman sko. En svo var hann einn skessa gömul svakaleg sko. Hún var svo bara svört og með hvíta ögga alveg svo draugur þarna á botninum sko. Og þú sér það mjög vel sko, sjá stóru bleikjurnar langa þá ferðu upp í ármót, lappar yfir og skoðar litlu víkurnar í hólmunum fyrir neðan árbundin svona 200 metrur fyrir neðan En Kalli, hvar á að svona tikka í nýtt box árið 2022, eitthvað nýtt svæði sem það eru lengi langað að fara á? Ég held að Arnarhólsinn verði þar fyrir val ég held að sé bara löngu tímabært Gefa sér smá tíma í það Já, bara fara upp í Brittan Jeppa í 5-6 daga og keyra upp á heiðina og svo bara vaða í það bara, þú veist láta bara aðra bara ekki veiðtími og ekkert veiðhús með þjónustu og bara slökk á símanum aðeins Já, og svo þetta frumstætt líka þú veist, bara, ég held að það sé svona efst á mínum lista fyrir þetta svar Mér líst vel á það ég er að döða öfund að það ég efast að ég ná að gefa mig tímið að þetta árið en þú veist, það er þú veist, ég hætti að selja sálum mína einn daginn og fer og nýtt miðnætti sólarinn upp á Arnarhólsi Já, ég held að þetta sé bara ég er komin á þennan bucketlista núna og á þennan aldur að ég verði að fara að klára þetta Kalli, frábært að fá þig í hylun og takk fyrir að gefa þig tíma Já, bara takk fyrir að bjóða mér